samtökum eggjaframleiðenda. Að því marki sem að lögin kveða á Ég mun skoða rækilega þau gögn sem að landbúnaðarráðherra þessa heimild. Alþingi hefur falið honum það að framkvæma þessi lög. Og maður spyr sig þá bara hvers vegna dettur mönnum það enn eina ferðinu í hug, hvers vegna dettur mönnum það raunverulega í hug enn þann dag í dag að þessu markmiði sé hægt að ná með þeim vinnubráðum sem menn hafa beitt núna áratuga skeið og engum árangri hafa skilað öðrum heldur en sívaxandi örbirgð bænda. Telur hæstv. Ráðherra það vera siðlegt að opinber sjóður liðki fyrir slíkum kaupum? Í þriðja lagi, hver fjárhagsleg staða Íseks hf. á sviði eggjasölu? Og það auðvitað meiri háttar hneyksli í landbúnaðar einokun. En það bara formsins vegna þess að það þarflaust að spyrja, svörin eru gefin fyrirfram. Háttvirtur 7. landstjórinn þingmaður. Það sem að hér til umfjöllunar. Komið hér og hér til umræðu. Í fyrsta lagi þá tel ég að miða við stöðu og gang mála að þá hefði tillöguflutningur á Alþingi átt að taka mið af sjónarmiðum. Það þá skyldu sem embættismaður ráðuneytis hlýtur að gera á hverjum tíma að túlka stefnu, skoðanir og fyrirmæli ráðherrans og koma hlutlaus fram með öðrum hætti, koma fram með þeim hætti að það sem hann sagði vissum við leið að var stefna ráðherrans, skoðun ráðherrans. Það þessi staða sem þessi ágæti einstaklingur kunni ekki við sig í. Að hann brjóti svo af sér í starfi að honum beri að víkja frá. Í öðru lagi að hann fullnægi ekki embættisskilyrðum. Í þriðja lagi að hann fái lausn samkvæmt eigin ósk. Fyrrverandi fræðslustjóri hefur þegar vísað máli þessu til meðferðar dómstóla í samræmi við þessa heimild með stefnu útgefinni 12. febrúar síðastliðinn. Að löggjafinn fyrirskipi Hæstarétti að setja rannsóknarnefnd í mál sem á leiðinni til Hæstaréttar. Mér þætti ekkert undarlegt þó að Hæstaréttur hafnaði þessu og teldi það ekki standast. Ég veit að þarna breyting á orðin frá því að frumvarpið var lagt fram og ég vil leyfa mér að spyrja háttvirtan fyrsta flutningsmann hvort hann hafi rætt þá stöðu sem orðin til dæmis við forseta Hæstaréttar og kannað hvort hann telur að þetta almennt koma til greinar. Fyrir frumvarpi sem hann flytur ásamt með ræðumanni og fleiri háttvirtum þingmönnum og þarf ég ekki að endurtaka hans orð ástæður þess að við flytjum þetta frumvarp. Ég tel sömuleiðis óþarft að fara hér að nokkru ráði ofan í efnisatriði þessarar deilu sökum þess að málið hefur verið mikið til umfjöllunar undanfarna daga. Nú verður þessi 15. grein svo breytt borin upp og þessu samþykkjafélag greinin verður svo gefin efni. 4, 5, 6, 12. Þessum móti eru 2, 3, 4, 5, 6. Þessu gefin efni.
Háttvirtur 5. þingmaður Austfirðinga tekur til máls. Herra forseti, ég hef kvatt mér hér hljóðs utan dagskrár til þess að ræða þá alvarlegu stöðu sem að uppi á vinnumarkaði. Að verkfall kennara getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir skólastarfið í landinu og bitnar auðvitað þyngst á nemendum. Vegna fyrirspurna hans rétt að taka fram að laun opinberra starfsmanna hækkuðu meira á síðasta ári en laun annara í þjóðfélaginu og eru alls ekki sá grundvöllur í íslensku þjóðlífi sem vera ætti. Ástæðan vanræksla stjórnvalda og ekki síst í þeim efnum sem hér eru nú til umræðu. Það hvað varðar kjör þeirra stéttar sem skólastarfið hvílir á. Þessi deila sem nú hér til umræðu fyrst og fremst og uppi nú, hún varðar ekki fyrst og fremst kennara. Hún varðar nemendur. Í þessu þjóðfélagi hefur ástandi verið þannig undanfarin ár að nemendur eru fórnardýr sífelldra styrjalda. Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum 5. þingmanni Austurlands fyrir að taka upp þessa umræðu hér. Það orðið ljóst og reyndar löngu ljóst að láglaunastefna hæstvirtrar ríkisstjórnar að eyðileggja í stórum stíl starfsemi á sviði opinberrar þjónustu. Mér liggur við að segja að þessi harðlífi stefna hæstvirtrar ríkisstjórnar í kjaramálum opinberra starfsmanna sé eitt mesta skemmdarverk og tilræði við velferðarkerfi landsmanna sem við lengi höfum litið augum. Og þar einn félaginn úr þeirri ríkisstjórn sem ætlar nú að bæta betur og afsanna orminn sjálfsagt og gefst honum þá tækifæri til þess, en ég ætla ekki að fara mörgum orðum það heldur ítreka það sem ég hef áður sagt. Annars síður möguleiki á því að fara að ræða hér ítarlega launafyrirkomulag yfirleitt og vinnufyrirkomulag hér á landi og það hvernig að launakjörum yfirleitt fyrir komið. En það auðvitað stórt mál að fara yfir það hvert einkenni á vinnufyrirkomulag í Íslandi og hvernig að þetta hefur þróast hér. Það hefur heldur ekki verið rætt við heilbrigðisstéttirnar, hvort sem þær að ræða sjúkraliða, sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðinga eða félag náttúrufræðinga sem að núna hefur boðað verkfall mánaðamótin í fyrsta sinn sem að það gerist. Ég held að það eigi vel við í þessu máli eins og oft áður með núverandi ríkisstjórn og hæstvirtur menntamálaráðherra hefur orðað betur en aðrir menn. Herra forseti, ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra og öðrum háttvirtum þingmannum sem að tekið hafa þátt í þessari umræðu. Ég tek eindregið undir þær hvatningar sem hér hafa komið fram frá mörgum þingmannum til ríkisstjórnarinnar. Þetta mál verður upplýst og það verður allt gert til þess að þeir sem að verki hafa staðið verði látnir bera ábyrgð samkvæmt lögum. En við skulum umfram allt athuga það. Ýmsa koma með getgátur það hvað við hefðum átt að gera, hvernig við hefðum átt að bregðast við. Við erum, miðað við margar stærri þjóðir, eins konar sakleysingjar, hrekklaus þjóð sem hingað til hefur ekki trúað að atburðir sem slíkir gætu borist hingað til okkar. Einmitt vegna þess að við erum svo smáir og við erum svo áhrifalitlir á margan hátt á þeim leikvelli hryðjuverknum og sérþjálfaðum sveitum eins og nú er. En þrátt fyrir það allt öryggið ekki 100% og hvað þá hérna hjá okkur. En sem sagt ég lýsi ánægju minni með viðbrögðum þeirra sem að störfuðu að því að upplýsa þetta mál. Háttvirtur annar þingmaður Reyknesinga til máls. Herra forseti,
Ég vil ekki láta hjá líða að flytja forsætisráðherra þakkir mínar fyrir þau svör sem hann gaf hér vegna þess að lögfræðingar geta þar framborið til að tefja mál og til að eyða málum. Og það kannski ekki í sjálfu sér fyrir okkur í dag meginatriðið að við komum höndum yfir þá 2 eða 3 útlendinga sem þarna áttum hluta máli. Þingskjal 304, fjárlög 1987, nefndarálit frá meirihluta fjárveitinganefndar. Í 15. lagi þingskjal 305, fjárlög 1987, nefndarálit frá 3. minnihluta fjárveitinganefndar. Í 16. lagi þingskjal 310, fjárlög 1987, breytingar tillaga frá Eiði Guðnasyni. 189, almannatryggingar, breytingar tillaga frá heilbrigðis- og trygginganefnd. Í 7. lagi þingskjal 293, stofnfjársjóður fyrir. Lögð hafa verið fram á lestrarsal eftirfarandi erindi frá Biskupsstofu. Verður þá gengið til dagskrár og tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá, fjárlög 1987 stjórnarfrumvarp, fyrsta mál sameinaðs þings. Þetta var gert á stundum áður, þetta vilja dagtímanefndarinnar og þetta skýrt landað. Já, ég vil að segja okkur hvernig ég sátti hjá þeim að karfið. Heldur þeir hafi ekki verið annars huga? Já, og hann samt ástætt ósku fyrir að þetta hafi ekki með. Já, þakka fyrir. Og við vonumst til góðum viðskiptum við ykkur. Já, vonaði. Frá Jóni Baldur. Þessi kunna vera á móti. Þetta breytingar til á þingskjali 468 og það sem að fyrsti hluti breytingartillögunnar hefur nú verið. Kemur þá til alltaf breytingartillögur við 4. grein. Við breytingartillögur fjárveitinganefndar á þingskjali 420. Við byrjum á þetta þing kemur þá til atkvæða. Breytingartillaga á sama þingskjali, töluliður 3, töluliður B. Ég vil byrja þá þetta þingmenn. Það óskað nafnakalls Töluliður B. Og það er óskað eftir nafnakalls. Almenni segi ég nei. Kristín S. Karl, Hallbjörn, Pálmi var Eindriðarsson, Þorsteinn Pálsson, Þórarinn Sigur, Árni Jónsson, Birgir Ísleifur Gunnarsson, Ingvar Björn Dagbjörn. Nei. Guðrún Helgadóttir passarleikin. Nei. Gunnar D. Grafs. Haraldur Ólafsson. Helgi Seljan. Björnur Guttormsson. Ingvar Gíslason. Jón Baldvin Hannibalsson. Jón Helgason. Jón Kristjánsson. Kolbrún Jónsdóttir. Kristín Halldórsdóttir. Þorvaldur Garðar Kristjánsson.
breytingar sínar til samræmis við umferðir. Þingmenn hafa nú það húsnæði sem fylgdi nokkura árabil eftir nýju húsi, svo að önnur það var eins allt. Það ræður því að ég segi já. Núverandi þinghúsliður sem aðsetur Alþingis og reisa Alþingishús á nýjum stað þar sem víða þingið megi og eigi að leysa á farsældan hátt en hér stendur það með byggingu stórhýsis á þessu viðkvæma. Ég skil þetta tillögu hins vegar svo að hér sé verið að stíga skref, mikilvægt skref í þá átt að leysa húsnæðisvanda Alþingis. Málið hefur aldrei verið rætt á Alþingi, aðeins kynnt í þingflokki. Þar að auki fásinna að byggja hér hús af þessu. 72, í efri deild 74, í sameinuðu þingi 67, samtals 213 þingfundir. Þingmál og úrslit þeirra. Háttvirtir alþingismenn, nú verður gefið stutt yfirlit störf Alþingis. Þingi hefur staðið yfir frá 10. október 1986 til 20. desember 1986 og frá 13. janúar til 19. mars 1987, alls 138 daga. Þingfundir hafa verið haldnir í neðri deild 72, í efri deild 74, bóta með ráðstöfunum sem gerðar hafa verið starfskrafta sem geti starfað að margháttuðum umsögnum og upplýsingaöflun varða málefni ríkisins. Og er ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd. Gera það í 2 áföngum. Í fyrri áfanga var gert ráð fyrir ritvinnslu við skipulagningu og útfærslu slíks tölvukerfis en að geta þess sem gerst hefur á þessu kjörtímabili og varðtíðar húsakost Alþingis. Á fjárlögum þessa árs gert ráð fyrir fjárveitingu fyrir hönnunarkostnað. Hafið nú verk við hönnun, nýbygging, auk verðlaunahafans hefur húsameistari ríkisins yfir stjórn verksins með aðstoð við formenn þingflokka. Á síðasta þingi samþykkti Alþingi ályktun 1000 ára afmæli kristnitökunnar. Með þessari þingsályktun 1000 ára afmælis kristnitökunnar hafa forsetar Alþingis haft sameiginlega viðræðufundi með kristnitökunefnd þjóðkirkjunnar mál þetta. Kirkja landsins mun minnast kristnitökunnar á sinn hátt og Alþingi. Hvað er það að gera í